Hvað sem gerist, þá ég aldrei einn. Þótt koddi minn sé hrjóstrugur, kaldur steinn. Drottinn vakir, Drottinn vakir, Drottinn vakir yfir mér. Sé ég sjúkur en til mín komi neinn. Í hjarta mínu flugbeittur sitji fleinn. Drottinn vakir, Drottinn vakir, Drottinn vakir yfir mér. Hvað sem gerist, þá ég aldrei einn. Þótt koddi minn sé hrjóstrugur, kaldur steinn. Drottinn vakir, Drottinn vakir, Drottinn vakir yfir mér. Sé ég sjúkur en til mín komi neinn. Í hjarta mínu flugbeittur sitji fleinn. Drottinn vakir, Drottinn vakir, Drottinn vakir yfir mér. Drottinn vakir yfir mér. Drottinn vakir yfir mér. Amen. Já. Er ég on? Já, takk. Maður veit aldrei með þessar græjur hvort þær eru af eða á, en það er á í dag. Takk fyrir þennan söng, Bersteinn, yndislegt lag. Yndislegt.
Við ætlum að hafa brauðsbrotningu hérna á eftir. En mér langar að tala við ykkur, við verðum að lesa í gegnum postulasöguna og það voru svona ýmsir hlutir sem stungu í stúf við það sem við köllum nútími. Þó svo að ég trúi því að þessi tími, hann eigi alveg erindi til okkar í dag. Og það var svona, þegar ég var að lesa aðalega 9. kaflan í postulasögunni, að þá talaði það virkilega til mín og þá kom upp í huga minn setning sem að ég hafði heyrt fyrir svona 30 árum síðan og þar var predikari sem var að predika og hann nýlega farinn heim til Drottins núna og hann sagði þessi orð: það sem kom fyrir Pétur, það verður að gerast með okkur líka. Á enskunni hljómaði þetta svona: What happened to Peter must happen to us. Og ég var að tala við ykkur hann Pétur fyrir nokkrum sunnudögum síðan í Jóhannesarguðspjallinu og þá vorum við að tala þennan Pétur sem að brást sínum eigin væntingum. Hann brást ekki væntingum Krists vegna þess að Kristur var búinn að segja honum fyrir hvað myndi gerast. En við gleymum því svo oft að Kristur var búinn að segja honum: Pétur, áður en haninn galar, þannig að Kristur vissi allt hvað myndi gerast og svo það að Jesús Kristur kallar hann til sín og hann segir við hann: Pétur, elskar þú mig? Og Pétur náttúrulega niðurbrotinn yfir að hafa brugðist sjálfum sér svo heftarlega að hann segir: já, þú veist að ég elska þig, Herra. Og þá það sem að Jesús segir við hann: gæt þú sauða minna? Og hann segir við hann, hann spyr hann þrisvar: ver hirðir sauða minna, gæt lamba minna. Og þetta var svo stórkostlegt fyrir mig að skilja að hér maður sem brást á allan mögulegan hátt. Hann flúði þegar Kristur var á krossinum ásamt öllum hinum lærisveinunum. Það voru bara ekki öllum hinum, Jóhannes var þar með móður Jesú, en flesti lærisveinarnir þeir flúðu af velli þegar að Kristur var krossfestur. Og það voru þessir menn sem að Jesús valdi til þess að fara út með fagnaðar erindið, en ekki að öllu óbreyttu vegna þess að það kom eitthvað fyrir hann Pétur. Og það sem Morris Rello sagði, þetta sem kom fyrir Pétur, það bara verður að koma fyrir okkur líka. En spurningin sem ég ætla að skilja eftir hjá okkur í dag: viljum við að þetta sem kom fyrir Pétur komi líka yfir og fyrir okkur? Margir segjast hafa það sem Pétur hafði, en sannaði það þá. Vegna þess að það sem við ætlum að lesa hér, að þá sýnir ritningin okkur hvaðan Pétur hafði. Og þetta byrjar allt á hvítasunnudag að það koma eldtungur þar sem lærisveinarnir voru saman komnir til að biðja. Og síðan það að þessi Pétur, sem núna einhver allt öðruvísi Pétur heldur en hafði brugðist Jesú, hann stígur fram, þetta 2. kafli 14. vers, hann stígur fram og hann hóf upp raust sína og mælti: Gýðingar og allir þér Jerúsalem búar, þetta skulu þér vita, ljáið eyru orðum mínum. Hér ekki maður sem að hlaupa í felur, hér maður sem stígur fram með miklum myndugleika og mikilli djörfung. Síðan flytur hann langa og öfluga ræðu og það sem við lesum að í versi 41 í kafla 2, að þá það þeir sem veittu orði hans viðtöku, að þeir
bættust við, þeir voru skírðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Það voru 3000 sálir sem kom inn í ríki Guðs á þessum degi. Þannig að ein predikun og 3000 manns taka skírn og taka á móti Jesú Kristi. Síðan lesum við, ef við fylgjum Pétri hérna í 3. kaflanum, og ég ætla að lesa 3. kaflan frá versi 1 til 11. Postulasagan 3, 1 og 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einhver sagðist vilja smakka, og nú máttu smakka orð Guðs. Að það segir í sálminu, smakkið og finnið að drottin góður. Það góð ritning. En hér segir Pétur og Jóhannes gengu upp í helgidóminn til síðdegis bæna. Þá var þangað borinn maður lami frá móður lífi. Dag hvern var settur við þær dyr helgidómsins sem nefndar eru fögrudyr til að beiðast ölmusu hjá þeim inngengu í helgidóminn. Og ég ætla að lesa hérna eitt vers í næsta kafla, það er ekki endilega flett upp, vers 22, maðurinn þessi, hann sem læknast þarna, hann var yfir fertugt. Þannig þessi maður var fertugur. En hann situr við fögrudyr og hann sér þá Pétur og Jóhannes á leiðinni í helgidóminn. Já, bíðið við skulum, Pétur og Jóhannes gengu upp í helgidóminn til síðdegis bæna. Og það var spurningin sem ég ætla að spyrja ykkur. Hvert voru Pétur og Jóhannes að fara? Þeir voru að fara á bænastund í Hvítasunnu-kirkjunni klukkan 5 á þriðjudegi. Amen. Þannig að þeir gengu til síðdegis bæna. Þannig ef að þú kemur hérna klukkan 5 á þriðjudegi, sér lamaðan mann fyrir utan, að þá getur þú gert það sem Pétur gerði. Bara svona, þetta er bara svona innskot. Að þeir fóru eins og þeir voru vanir á síðdegis bænastund, og það var líka morgunbænastund. Þannig að þá það að þangaði borinn maður lami frá móðurlífi, 40 ára gamall, og hann að beiðast ölmusu, og hann horfir á Pétur og Jóhannes á leið inn í helgidóminn og baðst hann ölmusu. Og Morris Rello sagði að þessi maður, að hann væri svona eins og typikal dæmi þörfina sem við kirkjudyrnar okkar á hverjum degi. Að það mikið að gerast inn í kirkjunni, en þörfin þarna oft við dyrnar. Og eflaust hefur Pétur gengið fram hjá þessum manni oft áður. Og margir benda á að Jesús Kristur hafi líka gengið fram hjá honum. En þennan dag að þá gerist eitthvað. Hann sér Pétur og Jóhannes á leiðinni í helgidóminn. Hann biðst ölmusu, þeir horfðu fast á hann og Pétur sagði, lít þú á okkur. Og hann starði á þá, ég vonum að fá einhvern aur. Pétur sagði, silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér. Það sem ég hef, það gef ég þér. Þannig að Pétur, hann vissi nákvæmlega hvað hann hafði á þessum degi. Hann segir, hann tekur í nafni Jesú Krist frá Nasaret statt upp og gakk. Statt upp og gakk. Og það eins og með bóluefnin og allt það, í sumum kirkjum má ekki tala þetta, vegna þess að þetta var bara fyrir þá daga, segja sumir í dag, en vitið það má tala þetta. Það má tala þetta í dag vegna þess að Jesús Kristur þráir að gera það sama í dag og hann gerði þá. Bara ef að við í raun og veru viljum að það sem kom fyrir Pétur komi líka fyrir okkur. Hann tók í höndunum, hann spratt upp, stóð á fætur, tók að ganga, hann fór inn með þeim í helgidóminn, gekk stökk og lofaði Guð
Allt fólkið sá hann ganga og lofa Guð. Þeir þekktu að hann var sá setið hafði við fögrudyr helgidómsins til að beiðast ölmusu. Urðu þeir furðulostnir, frá sér numdir af því sem fram við hann hafði komið. Og nú gerist það að hann hélt sér að Pétri, vers 11, og Jóhannesi, og þá flyktist allt fólkið furðulostið til þeirra í súlnagögnin sem kennd eru við Salómon. Og ég að hugsa, hérna eru Pétur og Jóhannes, þeir eru að fara á bænastund í Hvítasunnu kirkjunni og hérna, nú þessi maður sem sagt orðinn læknaður og svo kemur fullt af fólki og bara fer að trufla. Fólk flykkist að og nú ekki lengur þessi næsi og svona kósi bænastund. Nú komið bara fullt af fólki sem flykkist að. Af hverju þetta fólk að flykkjast að? Jú, það gerðist mikið tákn og það gerðist mikið undur. Maður sem hafði verið lamaður í 40 ár, hann læknaðist. Og aftur það að Pétur, hann predikar og við sjáum að nú Pétur handtekinn fyrir að predika. Við sjáum það gerast líka í dag. Það gerist í Kanada, það gerist í Englandi og það hefur ekki gerst á Íslandi mér vitandi en þá sennilega það því að við erum ekki að predika á götunum. Þannig að einhver þarf að fara að gera það ef hann vill fá að reyna að vera handtekinn. En þeir voru brjálaðir yfir því að það væri verið að kenna í Jesú nafni. Hverju voru brjálaðir? Jú, það var prestastéttin, að þessir sem vildu hafa þetta allt í röð og reglu. En hér sjáum við, eftir að búið að predika, fjórir postulasagan, margir þeirra heyrt höfðu orðið, tóku trú, tala karlmanna varð 5.000. Tala karlmanna varð 5.000. Margir þeirra heyrt höfðu orðið, tóku trú. Og tala karlmanna varð 5.000. Og ég spyr sjálf mig, hvað var það sem fekk þá til að hlusta á orðið? Jú, það var þetta frábæra kraftaverk sem gerðist. Og ef við skoðum í postulasögunni 8.6 að þá sjáum við það að þegar að kraftaverkin fara að gerast, postulasagan 8.6, þá hlýddu menn með athygli á orð Filippusar þegar þeir heyrðu hann tala og sáu táknin sem hann gjörði. Nú hlýddu þeir með athygli og mér dettur svo oft í hug, við erum kannski að rífast við einhvern. Guð til? Jesús til? Ég alveg jafn trúaður og þú og bla bla bla, segja menn. En sjáðu, þegar þeir sjá þig gera kraftaverk, að þá færðu alla athygli þeirra. Þá hætta þeir að rífast og þeir segja, heyrðu, ég þekki einn sjúkan, ég skal bara koma með hann hérna líka. Vitum hvort að Guð vill ekki lækna hann líka. Og það þetta sem gerist, að menn fara að hlusta með athygli. Í Jóhannes 6:2 þá lesum við að Jesús, hann gekk og það segir í öðru versinu að Jóhannes 7. kapli vers 2, Jóhannes 6:2, mikill fjöldi manna fylgdi honum. Mikill fjöldi manna fylgdi honum af hverju? Þeir sáu þau tákn hann gjörði á sjúku fólki. Þeir sáu þau tákn hann gjörði á sjúku fólki. Og það einmitt það sem gerðist hér, að fólk flyktist að og það eru táknin sem í raun og veru voru lykillinn fyrir þjónustu þeirra í postulasögunni, voru lykillinn í þjónustu Jesú. Jesú sagði einu sinni, þið getið lesið að Jónasar Guðspjalli einhvers staðar, ef þið trúið ekki mér, trúið þá táknunum, verkonum. Og mér langar að við lesum aðeins meira, nú kemur aðeins þar í sögu í postulasögunni sem eiginlega var kveikjan að þessu orði. Mér fannst þetta svo rosalega gaman að lesa þessa klausu hérna í postulasögunni 9 og við lesum
frá versi 32 og þar Pétur aftur og nú hann á ferðalagi og hann að ferðast vitja allra og hann kom til hinna heilögu sem áttu heima í Lyddu. Þar fann hann mann nokkurn Eneas að nafni 8 ár hafði legið rúmfastur og hann var lami. Og svo lesum við Pétur sagði við hann, en ég ætla að fá athygli ykkar aðeins, þó ég sé ekki að gera tákn eða undur, þá vil ég samt fá athygli ykkar. Ef við setjum okkur inn í okkar kirkju hugarheim hér, að hvað myndi Hvítasunnu-kirkjan segja við þennan mann, hvað myndi Þjóðkirkjan segja við þennan mann, hvað myndi þú segja við þennan mann? Og ég fór svona ímynda mér, það sem ég hef heyrt, svona í kringum mig, hvað þessi maður fengi að heyra hjá okkur. Kannski kæmi einhver og spyrði, og fyrirgefið, þetta bara svona vangaveltur, ég vona að verði engin reiður. Já, ég veit að það verið að túlka og ég að reyna að slá að ferðinni. Ef við setjum okkur inn í okkar hugarheim, þá getum við séð einhvern koma og segja við hann, Eneas, hefurðu talað við sálfræðing til að hjálpa þér að lifa með þessu? Ég meina, það ekki gott ef þú lamaður og ég meina, það alls konar andleg vanlíðan sem fylgir líkamlegum sjúkdómum. Hefurðu talað við sálfræðing? Nú, svo kemur kannski annar, heyrðu, ég veit góða kirkju, það hjólastóla aðgengi, þannig að þú getur komið á samkom og fengið svona uppörfun, af því að, ég meina, fyrst þú lamaður að þá bara gott að, þú veist, fá uppörfun fyrir andan og það hjálpaði þér að lifa með þessu. Nú, sumir segja, heyrðu Eneas, kannski Guð að kenna þér eitthvað. Ég meina, þú veist, þú getur hafa syngað eitthvað hérna fyrir 8 árum og þetta kom svona yfir þig sem afleiðinga því og kannski þarftu bara iðrast þess að þú fáir lækningu. Kannski ertu ekki nógu góður og það þarf eitthvað að gerast. Ég meina, fólk hefur alls konar hugmyndir og sumir hafa sko, já, bara það snýst allt að læra að lifa með þessu. Drottinn að kenna þér eitthvað og svo kemur þetta, já, þú átt þetta að hjálpa mörgum í sömu sporum að sætta sig við sína lömun. Þú sagðir. Þetta alveg típikal, allavega í mínum huga, það sem kirkjan að segja við fólk sem sjúkt í dag. Já, það gott fyrir þig, þú getur hjálpað öðrum í sömu kringumstæðum. En ekki hann Pétur, hann sagði ekkert af þessu. Þetta voru mínar spekulasjónir. Pétur sagði ekki nokkuð af þessu. Hann sagði, Eneas, Jesús Kristur læknar þig, stattu bú þig. Jafnskjótt stóð hann upp og tækið svo eftir. Það þurfti ekki að fara á Facebook eða YouTube. Ég meina, allir, það var ekki til þá, allir þeir sem áttu heima í Lyddu og Saron sáu hann, þeir sneru sér til Drottins núna. Nú þurfti ekki neitt að engar þrætur þetta. Eneas sem var lamaður í 8 ár, hann var núna læknaður. Og við höldum áfram yfir í næstu sögu, vers 36. Í Joppe var lærisveit kona að nafni Taþípa á grísku Dorkas. Hún var mjög góðgjörðasöm og örlát við snauða. En á þeim dögum tók hún sótt og andaðist, var hún lauguð og lögð í loftstofu. Nú Lydda í grennd við Joppe og höfðu lærisveinarnir heyrt að Pétur væri þar. Sendu þeir 2 menn til hans og báðu hann kom án tafar til vor. Og það eru svona spekulasjónir það af hverju sendu þeir eftir Pétri. Voru þeir búnir að senda eftir Pétri áður en að Dorkas dó? Eða sendu þeir eftir Pétri? Þetta
sem sagt þó að versunum sé raðað svona, þá segir ritningin okkur ekki alveg hvernig atburðarásin var. Kannski vildu þau bara fá Pétur til að svona hugga fólkið, kannski af því að Pétur var að biðja fyrir sjúkum og þeir höfðu heyrt af þessu kraftaverki, þá vildu þeir fá hann áður en að Dorkas dó, eins og María sagði við Jesú, ef þú hefði verið hérna, þá hefði bróðir minn ekki dáið. Nú, við vitum það ekki, kannski það var mjög óvanalegt að fólk væri reist upp frá dauðum, jafnvel á þessum tíma, en hvort heldur, hvers vegna þeir sendi eftir honum, þá sendu þeir eftir honum og við lesum að það var búið að sem sagt, útbúa konuna til greftrunar, það var búið að þvo líkamennar og klæðana í líkklæðin, þannig að það var alveg á hreinu að þessi kona var ekki lengur á lífi. Við lesum í versi 39. Pétur brá við, fór með þeim, þegar þangað kom, fóru þeir með hann upp í lofstofuna og allar ekkjurnar komu til hans grátandi, sýndu honum kyrtla, yfirhafni sem Dorkas hafði gjört, meðan hún var hjá þeim. En Pétur lét alla fara út, féll á kné, baðst fyrir, síðan sneri hann sér að líkinu og sagði, Tabitha, rís upp. Hún opnaði augun, sá Pétur og settist upp. Og hér sjáum við, hann segir ekki við hana það sama og hann sagði við Eneas, fyrst krýpur hann á kné og hann beinir sjónum sínum frá líkinu og beinir sjónum sínum til Jesú, vegna þess að hann horfir ekki á hið sýnilega, heldur hið ósýnilega. Og þegar við horfum á hið ósýnilega, þá kemur trúin aftur. Og aftur finnur Pétur þetta að það sem ég hef, það gef ég þér. Rís upp. Og í raun og veru að þá trúi ég því, og ég las umsögn þetta vers og sá sem, ég sammála þeim sem kommentaði hér, hann segir að Pétur, hann segir raun og veru það sama og gerir það sama og Jesús gerði þegar hann fór í hús Jairusar. Að Jesús, hann rak alla út. Og munurinn á Pétur og Jesú var að Jesús tók beint í hönd stúlkunnar, Pétur krýpur niður, sækir trúna og síðan segir hann það sama og Jesús segir, Tabitha, rís upp. Og þessi maður sem skrifaði umsögnina, hann sagði, nú var það í raun og veru annar Pétur, það var ekki lengur sá Pétur sem var að segja Jesú fyrir verkum, heldur var þetta Pétur sem vildi núna leiðast af anda Jesú Krist og hann gerði alveg eins og Jesús hafði gert. Og við sjáum þetta undursamlega stóra kraftaverk gjörast. Og hann segir, Tabitha, rís upp, hún reis upp og sá Pétur settist upp. Hann rétti henni höndina, reisti hann á fætur, kallaði síðan á hinnar heilögu og ekkjurnar, leiddi hana fram lifandi. Þetta var hljóðbært alla Joppe, margir tóku trú á Drottin. Hér sjáum við þetta aftur, hér gerist tákn og það eru margir sem taka trú. Pétur var kyrt í Joppe allmarga daga hjá Símoni nokkurum sútara. Og það eru margir sem taka trú. Og spurningin er hvað með okkur? Við heyrum marga predika þetta og hitt og þessi tákn skulu fylgja þeim sem trúa. En sjáðu til, táknin fylgdu ekki Pétri og lærisveinunum fyrir en þeir hefðu upplifað það sem Jesús sagðist myndu senda þeim. Þeir höfðu þessa persónulegu upplifun með Jesú Kristi og Pétur varð annar maður og táknin fóru að fylgja Pétri. Og
við svona í praxi, í kenningunni þá segjum við að við erum öll skýrð í heilugum anda og táknum fylgja okkur og svona. En það allt í lagi að spyrja sig, fylgja táknin okkur í raun og veru? Erum við ennþá með sjúkt fólk hérna á meðal okkar? Og spurningin viljum við að það sem kom yfir Pétur komi yfir okkur? Ég man það að þegar ég heyrði þetta predika fyrsta, þá var ég bara yes, ægilega spenntur, en sjáðu til, ég veit ekki hvort ég má segja, nú líður mig svona meir eins og Móse, hann sagði við Guð, þegar Guð kom til hans og sagði, farðu og leystu líð minn, sendu bara einhvern annan, það svo miklu þægilegra. Og þessi þjónusta, þegar við sjáum hérna sjúku læknast, þetta ekki bara svona spennandi og ekki bara gleði og glaumur og glamor, þetta eitthvað sem tekur allt þitt líf. Þú gefur upp lífið til að lífið hans megi koma í gegnum þig. Að þú tekur upp krossinn og líf Jesú verður opinbert í þínu lífi. Og það eru margir sem gleyma því einni setningu sem í Rómverjabréfinu. Hver getur predikað nema hann sé sendur? Hvernig eiga þeir að trúa nema einhver prediki, og hver getur predikað nema hann sé sendur? Margir segja það allir sendir. Nei, þú ert ekki sendur fyrir þú hefur verið útbúinn af honum, fyrir þú átt þetta persónlega, eins og maður segir á góðri íslenskri ensku, encounter við skaparann, stefnumót við skaparann, og þú hefur fengið þetta sem Pétur fékk. Og ég man þegar hann Morsurello predikaði þetta, þá sagði hann, þið megið ekki móðgast við mig, en ég, svona með fullri virðingu fyrir öllum, þá held ég að séu kannski svona í mestalagi 100 manns skírðir í heilugum andi í heiminum, sagði hann. Vegna þess að þetta snýst ekki bara að tala tungum. Jesús Kristur, hann sagði, þér munuð öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður. Það yndislegt að tala tungum, og tungutal lykillinn inn í þennan kraft, trúi ég, og hún líka sönnun þess að þú hefur fengið heilagan anda, en Jesús sagði, þér munuð öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður. Táknin eiga fylgja þeim sem trúa. Og þegar ég var bara að horfa á þetta og hugsa þetta, þá kom aftur upp ritningin sem að Guð talaði til mín í byrjun, held ég, síðasta eða þar síðasta ár. Einhver hygginn sem að leita Guðs? Einhver hygginn sem að leita auglitis hans, leita máttar hans? Það svo miklu auðveldara að leita hans ekki. Það bara þannig. Og ég veit að sumir segja að þetta sé ekki jákvæður boðskapur. Ég búinn að heyra svo mikinn jákvæðan boðskap og í gegnum ævina, og vitið það að jákvæður boðskapur, hann gefur mér ekki endilega þennan kraft. Það bara ein leið. Jesús sagði, ef þú ætlar að vera lærisveinn minn, þá bara tekur upp krossinn og fylgir mér. Hvort sem þú ert jákvæður eða neikvæður, þá tekur upp krossinn. Og ég man að hann Morris, hann sagði, til þess, þetta eitt af þessum, ég vitna svolítið í hann í þessari predikun. Hann sagði, til þess að fá kraft, rafmagnskraft, þá þarftu 2 gagnstæða póla. Í jafnstraumnum það plús og mínus. Það líka í riðstraumin, þá það fasi og 0, eða 2 fasar. En fyrir þá sem þekkja rafmagn. Þú þarft jákvæða pólinn og þú þarft neikvæða pólinn. Sjáðu, ég get verið jákvæður og játa samt veikleika minn, galla mína,
og allt þetta sem að mörgum finnst neikvætt af því að maður á ekki að gera það, maður á bara að vera jákvæður. En sjáðu, krafturinn kemur aldrei nema ég hafi þessa báðar tengingar. Krafturinn kemur ekki nema ég horfist í augu við raunveruleikann. Ef ég er sjúkur, þá get ég sagt fyrir hans benjar er ég heilbrigður, en ég þarf ekkert að afneita því að ég sé sjúkur. Ég menn það var kenning fyrir mörgum árum sem sagði okkur, þú mátt ekki segja sér veikur, þú mátt ekki segja sér veikur, þú var bara að játa heilbrigður, ég er ekki sjúkur. Ok, ef þú gerir það, þá gerur þú bara sjálfan þig að fífli. Sjáðu, að treysta því að einhver komi og sæki mig þar sem að ég er strand, þá veit ég að ég er hólpinn. En á meðan ég er hérna, þá er ég hérna. Og meðan það er sjúkleiki í líkama mínum, þá er hann þar, en hjálpin er samt á leiðinni að ég veit að hann sem sagðist koma, hann kemur. Ég hef reynt hann að því að vera 100% alltaf trúverðugur. Hann er trúfastur þeim sem að ákalla hann í einlægni. Og fólk segir þá, já, af hverju læknast þessi og af hverju læknast ekki hinn? Það er bara spurning trú og tengingu. Og það er ekki spurningin að hvort ég vil trúa eða vil ekki trúa. Spurningin er að ég nái þessari tengingu að höndla það sem Guð er að segja. Sjáiði, konan með blóðlátið, hún einsnart Jesú. Haldið að hafi ekki verið fleiri sjúkir í kringum Jesú? Hún var svo eina sem hafði þessa trúar snertingu. Pétur, hann sagði það sem ég hef, það gef ég þér. Og við höfum ofta upplifað að við vorum í trú, alveg full af trú. Og ég bara veit, nú er ég læknaður, ég veit það. En svo næsta skipti, og þá ætla ég að gera eins, það bara virkar ekki þannig. Næsta skipti, þá þarf ég aftur að heyra frá Guði. Eins og Pétur, hann kraup niður og hann beið þess að Jesús sýndi honum hvað hann hefði. Hann var fullviss við fögrudyr, það sem ég hef, það gef ég þér. Þegar Dorkas var þar, þá þurfti hann að krjúpa á fætur, hann þurfti að sjá Jesú, hann þurfti að sækja trúna til Jesú. Og þetta getur tekið misjafnlega langan tíma. Ég man eftir konunni sem að bað alltaf í 1 eða 2 klukkutíma á dag í 4 ár og hún játaði alltaf þetta orð fyrir hans benjar er í heilbrigð. Blind. 4 ár. Ég meina, 4 ár. Var ekki einhver búinn að segja hérna í milli, ég meina, þetta þýðir ekkert. Þetta er ekki fyrir alla. Hann læknar ekki alla. Alveg örugglega. Og örugglega var svo hugsun búin að koma upp hjá þessari konu. En hún hélt áfram. Hún hélt áfram fyrir hans benjar er í heilbrigður. Og hún læknaðist einn daginn. Þá sá hún. Einn daginn sá hún. Þannig að það sem kom yfir Pétur, það í raun og veru verður að koma yfir kirkjuna okkar ef við viljum sjá það sem að Pétur fékk að sjá. Viljum við sækja það? Það er barátta að sækja það. Þeir voru að fara þarna upp til síðdegisbæna. Ég meina, ef við höfum aldrei tíma til þess, þá er mjög ólíklegt að við sækjum það. Þannig að nú er ég hræðilega neikvæður og dæmandi, en þetta er sannleikur. Að Jesús Kristur, hann er hinn sami í gær og í dag. Andinn er hinn sami, en það gerist ekkert nema við leitum hans. Það gerist ekkert nema við leitum hans, höldum áfram að leita hans. Þannig að það sem kom yfir Pétur, ég bara trúi því
að Guð vilji fá að gefa okkur það líka. Guð, hann þráir að fá að gefa þér það sem hann gaf Pétri, hann þráir að gefa mér það. Spurningin er, viljum við það? Við ætlum að brjóta brauðið hérna á eftir og við ætlum að ljúka þessari útsendingu og ég vil bara segja að Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami, segi bara Drottinn blessi þig og þakka þig fyrir þú sem ert að horfa, hafir ekki gefið Jesú hjartað þitt, þá Jesús þér við hlið núna, þú segir bara góði Jesús, komdu inn í mitt hjarta, ég vil vera þinn, þakka þér að þú fyrirgefur mér mínar syndir og biðjiru þessa bæn í trú, þá ertu hans barn. Ef þú ert sjúkur, legðu þá hönd þína á sjúkan líkama þinn og segðu takk Jesús fyrir að þú barst mína sjúkdóma. Amen. Og þá ljúkum við þessari útsendingu í Jesú nafni.